Góðan daginn. Í dag 11. október og nú fer að hefjast 28. fundur sveitarstjórnar Múlaþings og við erum stödd í fundarsal sveitarstjórnar Lyngássi 12 Egilsstöðum. Fyrir fundinum í dag svo mikið sem 21 tölusett atriði og við vindum okkur í lið númer 1 sem ályktun stjórnar FA vegna fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Fyrir liggur erindi dagsett 21.9.2022 frá félagi atvinnurekenda, húseigendafélaginu og Landssambandi eldri borgara þar sem skorað á ríki og sveitarfélög að grípa til aðgerða til að hindra að gífurlegar verðhækkanir á fasteignamarkaði leiði til mikilla hækkana fasteignagjalda á eignir fólks og fyrirtækja. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, góði fundamenn. Í þessu erindi kemur fram áskorun að grípa til aðgerða varðandi hækkun fasteignagjalda vegna gífurlegra verðhækkana á fasteignamarkaði. Til að gera okkur betur grein fyrir stöðinni þá tók fjármálastjóri Múlaþings saman gögn varðandi samanburð fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði innan Múlaþings. Á því yfirliti virðist sem atvinnuhúsnæði hafi almennt ekki hækkað í verði innan Múlaþings og fasteignagjöld því staðið í stað, en hins vegar hafi íbúðarhúsnæði hækkað verulega í verði og fasteignagjöldin hækkað sem eykur leið fjárhagslega byrði fólks, en leið eign þeirra auðvitað að vaxa verulega í verðmæti. Ef við lækkum fasteignaprósentu þá koma inn minni tekjur til sveitarfélagsins. En einnig mun jöfnunarsjóður hegna okkur leið með minni framlögum frá þeim, byggt á þeim rökum að við séum ekki að nota að fullu okkar tekjugrunna. Samhliða þessum vangaveltum erum við að eiga við að sveitarfélagi verði líklega rekið með yfir 300 milljóna króna í hallarekstri og verðbólgan á auðvitað stóran hlut þar að borði. Þær upplýsingar segja allt sem segja þarf varðandi burði sveitarfélagsins til þess að geta lækkað fasteignaprósentuna. Í meðfylgjandi dæmi fylgigögnum þá fasteignaprósentan á íbúðarhúsnæði lækkuð úr 0,5% í 0,475. Það myndi kosta okkur 47,5 milljónir. Þannig að lausnin ekki auðveld í þessu máli. Ég fagnaði hins vegar að húsnæðisverð hækki í verði og fólk fái meira fyrir eignir sínar. Því höfum búið við það að söluverð eigna standi bara alls ekki undir byggingakostnaði og þess vegna hefur lítið verið byggt í gegnum tíðina og fasteignagjöld verið mun lægri en víða landið. En hækkun á fasteignaverði verður til þess að auka líkurnar á að meira verði byggt af húsnæði því við vitum öll hve mikill skortur á húsnæði á öllu Austurlandi í heild sinni. Alls staðar vantar starfsfólk og mikilvæg innviðaþjónusta liggur niðri sem og mikið álag á öllum atvinnumarkaðnum vegna undirmönnunar. Við höfum því lagt mikla áherslu á uppbyggingu húsnæðis innan Múlaþings og lagt þannig mikla áherslu á að innan alls Múlaþings séu til deiliskipulagðar fjölbreyttar lóðir þannig að þeir verktakar sem vilja byggja geti byggt án þess að þurfa að fara í meiri háttar deiliskipulagsbreytingar sem gríðarlega tímafrekt og lýjandi ferli. Ég hef trú á því að öflug húsnæðisuppbygging sé framundan miðað við þau gögn sem við höfum og einnig vegna hækkun fasteignaverðs. Allt Austurland verður að leggjast á eitt varðandi húsnæðisuppbyggingu til að stuðla að öflugu atvinnulífi því Austurland jú eitt atvinnu- og þjónustusvæði. En því miður sé ég ekki fram á að við höfum burði enn sem komið í að lækka fasteignaprósentuna en með betri tíð það gott viðmið að lækka hana og hún virki sem segul til að draga þannig að nýja íbúa og fyrirtæki inn á Austurland. Takk fyrir. Forseti, annað gott fundafólk. Bara svona, ég ætla að grípa tækifæri svona því að þetta einu opinn fundur og það kannski bara skilaboð til og vangaveltu til
ef ekki segja löggjafans, vegna þess að fasteignaskattur hefur alltaf verið mér ákveðin þyrnir í augum, ekki vegna þess að þennan tekjupóst þurfa sveitarfélögin, heldur það að þetta eignaskattur. Og eignaskattar koma oft verst niður á þeim sem síst skildi, ekki síst eldri borgum. Og ef maður hugsa fasteignagjöld, til hvers eru þau upphaflega sett á, þá eru þau sett á, ef ég hef skilið rétt, til þess að standa undir kostnaði sveitarfélagsins við húsnæði í sveitarfélaginu. Það er að segja gatnagerð, snjóruðning, sorphirðu og svo framvegis. Þetta er sorphirðan þarna í sér vatnsveitu og aðra lagnir. En þannig að það er mjög skrítið í rauninni að þessi kostnaðarliður, hann sé rukkaður inn með eignaskatti sem fer eftir verðmati eigna. Og það kom réttilega fram hér í máli síðasta ræðumanns, Berglindar Hörpu, það kom fram sem sagt að fasteignaverð hefði hækkað og það er sjálfsög vel vegna þess að eignir fólk verður eigna meira fyrir vikið, en fasteignaverð sveiflast líka niður, þannig að sá ávinningur er horfinn þegar að fasteignaverðið fer niður og fólk búið að borga innan gæðslappa allt of há fasteignagjöld af allt of háu fasteignaverði áður. Þannig að ég svona skýt þessu kannski að löggjafanum að hvort það þurfi ekki hreinlega að endur hugsa þennan gjaldstofn sveitarfélagana, eða sem sagt tekjustofn sveitarfélagana sem er fasteignagjöldin og binda þetta frekar við raunveruleikann, það er að segja kostnaðin sem er af því fyrir sveitarfélagi að húseignir eru til staðar. Þannig að ég vildi koma þess að mér finnst stuttumáli sagt sem sagt þetta er eignaskattur og mér finnst að þetta eigi ekki að vera á því forminu, heldur á því formi að þetta sé gjaldaliður fyrir fólk að borga, fyrir þjónustu sem það fær frá sveitarfélagi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og telst þá málið lagt hér fram til kynningar. Við vindum okkur þá í mál nr. 2, fjármál 2022. Fyrir liggur tillaga að ákvörðun að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem er tryggt með veði í tekjum sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga liggur fram fyrir fundinum. Ég ætla að lesa hana einu sinni þar sem hún er talsvert löng. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 500 milljónir með lokagjalddaga þann 20. mars 2039 í samræmi við skilmála lánasamnings sem liggur fyrir fundinum og sveitarstjórn hefur kynnt sér og er í samræmi við gildandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Sveitarstjórn samþykkir að tryggingar á láninu, höfuðstóll, vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdu við sláturhúsið, menningarmiðstöð og endurfjármögnun á lánum á afborgunum ársins hjá sveitarfélaginu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt beinni Ingimarssyni, sveitarstjóra Múlaþings, kennitala 301254 4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Múlaþings að undirrita lánasamninga við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun lánsins. Og ég ætla að opna mælandaskrána undir þessum lið. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Ég ætla bara að vekja athygli á því að þessi lántaka er í fullu samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þetta er innan þess ramma og í raun erum við að lántakan þegar upp fyrir staðið verður hún heldur lægri heldur við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þannig að við erum bara vel innan marka. Ég vil bara koma þessu framfæri. Takk. Mælandaskrána þessum lið, sem er vel að
Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Hér liggur fyrir að samþykkja 500 milljón króna lán sem til fjármögnunar á framkvæmdum við Sláturhúsið Menningarmiðstöð og endur fjármögnum á afborgunum ársins hjá sveitarfélaginu. Eins og kom fram hjá sveitarstjóra Birni Ingimarsinni hérna áðan að áætlun var heimil til að taka mun hærri fjárhæðir í lán. En góðar líkur á að ekki þurfa að vera að því sem fagnaðarefni. Vegna þess líka að staðgreiðslutekjur sveitarfélagsins verða líklega 200 milljón krónum hærri en áætlun sagði til sem eru góða fréttir. En sveitarfélagi verður að standa vel að grunnþjónustu íbúa sinna og sinna innviðaframkvæmdum og þær þarf að fjármagna. Við stöndum í raun mun betur en mörg sveitarfélög í dag eftir erfiðan COVID-faraldur. Þrátt fyrir töluverðan sjáanlegan hallarekstur sem verður hjá okkur, en svo erum við aukreitis að eiga við gríðarlega verðbólgu sem vonandi verður á hraðri niðurleið á komandi ári. En ég styð þessa nauðsynlegu lánveitingu sem umræðir. Takk. Mælendaskrá opin, eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo ekki og Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað sveitarstjórnarfólk. Þessi liður svo sem ekkert fagnaðarefni. Taka lán ekkert gaman. Það ekki gaman að auka skuldir. Og mér hefur verið mikið áhyggjuefni í rauninni skuldasöfnun þessa sveitarfélaga sem og annarra sveitarfélaga í landinu. Og Berglind Harpa Svavarsdóttir, svo ég vísi nú í þann ágæta sveitarstjórnarfulltrúa aftur að koma því hér áðan að verðbólga væri sannlega á niðurleið og við stæðum vel í samanburði við mörg önnur sveitarfélög. Það breytir ekki því að við stöndum í rauninni illa. Það eiginlega alveg sama hvort það einhver óáran sem heitir COVID eða hrun eða eitthvað. Það alltaf einhver óáran. Svo kom einhver örfá ár á milli það sem eru litt færri, það sem að menn tala að séu góðari. Það var svona aðeins rétt að mennum kútnum, en síðan dettur í sama farið og menn halda áfram að safna skuldum. Og það bara, eins ískalt að það bara tvennt í þeirri stöðu. Það annarkvort að auka tekjurnar og halda þjónustun uppi eða skera niður þjónustuna. Seinni aðferðin afskaplega kvalafull og myndi ekki verða til vinsælda, en við þurfum hins vegar að fara að huga að öðru hvoru. Og ég hef verið talsmaður þess að gera allt sem við getum til þess að byrja með, sem lausn eitt, að auka tekjurnar. Og hvernig gerum við það í því umhverfi sem við erum núna? Við höfum ekki marga tekjustofna, við höfum útsvarið og við höfum fasteignagjöldin og við höfum framlögin úr jöfnunarsjóði og sitt lítið hvað annað. En þá upptalið. Og með þá tekjustofna, hvernig getum við aukið tekjurnar? Jú, sennilega með því að fjölga íbúðum og fá meira útsvar og meiri fasteignagjöld. Það kallar líka á útgjöld, uppbyggingu leikskóla og svo framvegis sem æði dýrt. En við þurfum að vera á tánum með það að fjölga hér íbúðum og fá fleiri hátekjustörf í sveitarfélagi, vegna þess að sveitarfélagi í rauninni lágtekjusvæði. Það minnst að kosti samanborið við okkar ágæta nágranna sveitarfélag. Og til þess að laða að hér atvinnurekstur þá þurfum við að sjá til þess að innviðir séu, hvað maður segir á slæmri íslensku, attraktiv, það að segja þeir séu aðlaðandi og það séu einhver kostir hér umfram önnur sveitarfélag að koma að fá hingað atvinnurekstur og þar á leiðandi fleiri íbúa. Og við þurfum að vanda okkur á öllum sviðum hvað þarna varðar og ekki síst á skipulagssviði að það sé
nóg af skipulagt gott svæði fyrir atvinnurekstur. Við þurfum að horfa til þeirra innviða sem við höfum fyrir eins og rafmagns og samgangna, flugvallar, góðrar hafnar niður á Seyðisfirði og svo framvegis. Og ég ætla að ítreka það hér enn og aftur sem ég oft ítrekað að menn vandi sig alveg gríðarlega vel í þeirri aðalskipulagsvinnu sem fer fram núna og var samþykkt á síðasta sveitarstjórnarfundi að fara út í og huga að því hvernig nýtt aðalskipulag getur stuðlað að því að atvinnurekstur byggist hér upp. Ég held að þetta sé grundvallaratriði vegna þess að ef við getum þetta ekki og þetta hefur ekki gengið vel síðustu áratugina að laða hingað atvinnustarfsemi, það er frekar verið hingandi en atvinnustarfsemi hefur farið í það, að ef við getum það ekki, þá erum við að taka kost númer 2 og skera niður. Þá þurfum við að fara að hugsa bara til þess, hver eru lögbundnar skyldur sveitarfélagsins og við þurfum að taka það sem er ólögbundið og skera það niður. Svo ískalt þetta, vegna þessi skuldasöfnun, þó við séum undir þessu blessaða skuldaviðmiði 150%, en þá er það ekki til þess að hreykja sér af. Og því held ég bara leggja á þetta áherslu að við verðum að fara á tærnar með að fá fleira fólk í sveitarfélagið og það hátekjufólk, meira af hátekjufólki, þó að ég ætla ekki að gera upp á milli fólksins, þá er það æskilegt, bara fjárhagslega, að fá hátekjustörf hér í sveitarfélagið. Og af því ég sagði nú hátækni, þá er ekkert úr að nefna það að eins og veröldurinn er að þróast og þessi blessaða innbylting 2 eða 4 eða hvað menn kalla hana, að hún er að gefa ákveðin sóknarfæri í því og við þurfum að huga vel að því til þess að fá fleira fólk inn í sveitarfélagið. Ég held eiginlega bara að setja þetta svona ískalt upp vegna þess að ég held að margir kannski vilji ekki segja þessa mynd en allir vita hana. Þessi skuldasöfnun gengur ekki og hún verður að stöða og það verður að ná skuldunum niður frekar en aukaðar. En svona svo ég klári mál mitt, ég ætla ekki að koma hérna upp aftur, ég ætla að samþykkja þessa lántöku heimild, vegna þetta er heimild, það er enginn að segja að þetta verði tekið allt saman. Vegna þess að ég hef samþykkt fjárhagsáætlun eins og Björn sveitarstjóri komst hér að áðan að þetta er í samræmi við hana. Þess vegna samþykki ég þetta í þetta skiptið en ég ætla að vera á bremsunni og á tánum meira í framtíðinni hvað þetta var. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sinni. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir þegar maður líka svo. Já, forseti ágæti fundarmenn, fjölga íbúum. Ég gerum það sannarlega ekki nema fjölga húsnæði og það er verið að vinna því í öllum kjörnum. Skera niður, það bitnar náttúrulega á þjónustu við íbúa og þá svona stöndustu ekki samkeppni við önnur sveitarfélög, það er náttúrulega alltaf samkeppni fólk. Á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga núna nýlega þá að vera að ræða hlutverk sambandsins í samskipti við ríki og tekjustofna. Og ég held að þessi umræða sem að Þröstur fór inn á sé hluti að stærri umræðu þar sem að ríki þarf að styrkja og fjölga tekjustofnum sveitarfélaga. Við gerum þetta ekki einn. Það er vinna sem ég vænti að verði farið í bara af fullri hörku næstu misseri og ár. En skera niður, nei, ég get ekki séð að það sé leiðin. Ég held að ríkið þurfa að koma með sterkara hætti inn í þessi verkefni með okkur. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sinu, mælendaskrá er ennþá opin. Það er enginn sem hefur kveðið sér ljós og þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkið tillögunni í rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá myndum okkur lið númer 3, Saga Seyðisfjarðar. Fyrir liggur erindi frá fulltrúum áhugamannahóps ritun sögu Seyðisfjarðar þar sem óskað er eftir því að sveitarfélagið komi að verkefninu með formlegri þátttöku í undirbúningsnefnd sem og með fjárframlagi. Fyrir fundinum liggur tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings fagnar þeirri jákvæðu vinnu sem hafin er varðandi ritun sögu Seyðisfjarðar og vísar erindinu til byggðarráðs til afgreiðslu. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Er eitthvað sem vill tjá sig þetta mál? Svo er ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd.
samþykkt með 10 atkvæðum. Já, einhvers sem situr hjá. Eitt sem situr hjá. Þá erum við komin í lið númer 4, umsagnarferill vegna umsóknar leyfi til sölu áfengis og framleiðslustað fyrir Blábjörg EHF. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Seyðisfirði, dagsett 14. september 2022, vegna umsóknar Blábjargar EHF, kennitala 710506-0430, leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað á Blábjörgum, Borgarfirði Eystra, framleiðslunúmer 217-4506. Er að ræða umsókn leyfi til að selja áfengi sem að rúmmáli meira en 12% af hreinum vínanda. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings veitir jákvæða umsókn sölu áfengis og framleiðslustað á Blábjörgum, Borgarfirði Eystra með fasta númeri 217-4506 sem að rúmmáli meira en 12% af hreinum vínanda. Salan heimil milli klukkan 14 og 23 en skal að öðru leyti fara fram í samræmi við reglugerð nr. 800/2022. Fyrir liggja jákvæðar umsagnir Heilbrigðiseftirlits Austurlands, skipulagsfulltrúa Múlaþings, jákvæð umsögn byggingafulltrúa með fyrirvara, heimastjórnar Borgarfjarðar Eystra og brunavarna. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir Sveinsson, fulltrúi Gjörsvel. Forseti, góði fundamenn. Hér erum við að samþykkja leyfi til sölu áfengi á framleiðslustað sem mikilvægt skref að fá að selja sína framleiðsluvöru. Heimastjórnir sjá yfirleitt leyfisveitingar til að flýta fyrir því ferli í stað þess að sveitarstjórn þurfi að taka það inn á sitt borð. En við þurfum greinilega að fara í einhverja breytingar hjá okkur til að flýta þessum leyfisveitingum. En ég fagna þessum mikilvæga skrefi að framleiðendur fái loks að selja sína afurð beint frá framleiðslustað. Og mér langar bara að nota tækifærið og óska framkvæmdar aðilum, Helga og Auðverli, innilega til hamingju með alla þá alliða uppbyggingu sem hefur farið í hjá Blábjörgum. Allar þeirra framkvæmdir eru enn eitt segullinn inn á Austurland og áfengisframleiðslan og þetta leyfi eru enn eitt frábæra skrefið í þeirra rekstri. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir er lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta fundafólk. Mér fagna þessu náttúrulega, mér finnst þetta bara frábærsta mál, en sko, mér langaði aðeins að koma inn á og kannski ég bara svona vitlaus sko, það er svo mikið fyrst skipti. Mér finnst þetta algjörlega galið hvernig þetta orðið í þessu ríkisbákn okkar sko. Nú á að leyfa sölu áfengis á framleiðslustað. Veit ekki betur en að það sé bara samþykkt frá ríkisvaldinu og til þess að svo megi vera þá þarf að fá umsögn frá sko sveitarfélagi, það þarf að fá heilbrigðiseftirliti, skipulagsfulltrúa, byggingafulltrúa. Sko fyrir mér á þetta bara að vera annarkvort má þetta eða má þetta ekki. Og sko og eru þá og eru að búa til sko búið að búa til umhverfi þar sem það þá þannig að að það sé háð sveitarstjórn viðkomandi staðar hvort menn megi selja vín á sínum heimaslóðum. Ég meina ef að sveitarstjórn hefði ákveðið að veita þessu neikvæð umsögn eða heimastjórn eða hver það væri. Mér finnst það bara algjörlega galið og mér finnst mér finnst það annarkvort má þetta eða má þetta ekki. Þá finnst mér bara það eiga mega hvað sem maður er. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá er enn opin, eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 5, orku, öryggi og fjarskipti. Fyrir liggja bókanir heimastjórnar Djúpavogs og Fljótsdalshéraðs, dagsett 7. október 2022, þar sem því annars vegar beint til sveitarstjórna að leita verði skýringa varðandi síendurteknar og langvarandi truflanir á veitukerfi RARIK og fjarskiptasamband á svæðinu og hins vegar að gerð verði krafa að uppbyggingu raforku innviða og þrífasa væðingu í dreifbýli verði flýtt. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir þær áherslur koma fram í bókunum heimastjórnar Djúpavogs og Fljótsdalshéraðs varðandi síendurteknar og langvarandi truflanir á veitukerfi RARIK og fjarskiptasambandi á svæðinu, auk mikilvægi þess að uppbyggingu raforkuinnviða og þrífasa væðingu í dreifbýli verði flýtt. Sveitarstjóra falið að koma þessu framfæri við innviðaráðuneytið og RARIK. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Þetta snýr á óveðrinu sem var 2019. Það var gerð úttekt á varafli hér á Austurlandi og mér langar að leggja til og koma því hér með út að það þarf að gera slíka úttekt aftur. Það er gríðarlega mikilvægt að varaflsmál sé í lagi þegar við erum að upplega þá tíma að djúpa lægðir eru bara að endurtaka sig mjög reglulega með tilheyringi raski á daglegu lífi fólks og skemmdum á eigum þess. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Ég vil byrja á því að taka undir bókanir heimastjórna á Djúpavogi og Fljótsdalshéraði. Við verðum að þrýsta verulega og aukið raforkuöryggi með uppbyggingu nauðsynlegra raforkuinnviða og flýta þrífasavæðingu í dreifbýli. Við búum við þá staðreind að rafmagnslaust varð á stórum hluta landsins 25. september síðastliðinn og samkvæmt fréttum varð útleysing á Fljótsdalslínu 4 sem flyttu rafmagn úr Fljótsdalsstöð yfir í álver Alcoa á Reyðarfirði. Þar fór svo af stað keðjuverkun í raforkukerfinu sem endaði með því að 25 mínútum seinna fór rafmagn af gríðarlega stóru svæði. Allt frá Blöndu að Höfn í Hornafirði. En hvern hefði grunað að svo stórt svæði gæti orðið rafmagnslaust og illa gengi að koma því á aftur? Tryggja verður með öllum ráðum að þessar aðstæður skapist ekki aftur. Og afrakstur þeirra víðtæku vinnu sem er nú í gangi hjá RARIK og Landsnet við að greina ástæður rafmagnsleysisins verða að koma inn á borð sveitarstjórna til upplýsinga. Við rafmagnsleysi þá sjáum við það mjög glöggt hvað við erum í rauninni háð rafmagni. Öll okkar tæki og tól, símar, tölvur, heimilistæki, ljósabúnaður bara virkar ekki án rafmagns. Allt samfélagi lamast, ekki hægt að versla í búðum og atvinnulífið er stopp. Veðurási endurtók sig aftur þann 9. október og rafmagnslaust varð í Jökuldal í hátt í 14 klukkustundir. Öll uppbygging krefst raforku og sem dæmi má nefna nýja segulinn á Austurlandi Stuðlagil sem er í mikilli uppbyggingu. En þangað vantar enn þrífasa rafmagn og aukna raforku til þess að hægt sé að standa myndarlega að þeirri uppbyggingu sem stefnt er að. En víða í Múlaþingi eru þessar sömu aðstæður sem hamla allri uppbyggingu og við pólitíkin verðum að þrýsta verulega á aukna þrífasa væðingu, öruggt dreifikerfi, raforku og hugað verða nýjum orkukostum því raforkuskortur kemur í veg fyrir alla uppbyggingu. Við í sveitarstjórn munum því leggjast á eitt við það að koma á fundi með RARIK og innviðaráðherra og beita okkur fyrir þessum mikilvægu áherslum sem koma fram hjá heimastjórnum í Múlaþingi. Takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn. Ég get tekið undir flest sem að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa komið inn utan lokaorðana. Ég skil ekki af hverju þarf alltaf að hnýta þessu við að við þurfum að snarauka orkuframleiðsluna. Við erum sammála um að það þarf að flýta þrífasavæðingunni. Það þarf að tryggja, það kom meðal annars fram í fréttum að það var Kröflulína 3 sem kom í veg fyrir það núna að það yrði rafmagnslaust út um allt. Af því að það er búið að byggja það upp. Hinar línurnar, þær sló út, leist út, en nýja línan hélt rafmagninu á. Við þurfum að tryggja það
halda áfram að tengja landið við nýrri byggðalínu. Það er þar sem skóginn kreppir. Þurfum ekki að virkja alla læki. Það er bara önnur umræð og ég vil helst ekki blanda henni saman. Takk. Stjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vil taka til máls. Þröstur Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi Gjörsvöll. Jónsson. Afsaki. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi Gjörsvöll. Forseti, það eru fundamenn virðulegu Þröstur Stefánsson, ég bara tek þannig fram að frá. Mér þykir ekkert leitt að vera mismælt, að þau forseti mismælir svo, þann ágæta mann. Svo ég haldið svona ennþá léttu nótunum, ég var að hugsa þetta í sætinu áðan, hvað er að gerast? Ég þarf að vitna í verulegan sveitarstjórnarfulltrúa Berglindu Hörpu, hægra megin við borðið í dag. Venjulega hef ég kvalist að því, eða ekki kvalist að því, ég hef spurt mig af hverju ég oft er svo sammála Helga Hlyn í sveitarstjórnarfulltrúa í Vinstri grænum. Og nú vill svo til að ég satt þarna við endan og fyrst var ég sveiflast til hægri og svo kom Helgi Hlynur hér upp í pontu og þá sveiflaðist ég aftur til vinstri. Þannig að ég held að þetta endi nú bara inn á spítalanum þessu áframhaldi. En ég kem hér upp vegna þess að raforkumáli eru mér og hafa alltaf verið mér síðan ég bara flutti hér í sveitarfélagið mikið hugðarefni og ég ætla nú að vera aðeins á jákvæðu nótunum hvað þetta varðar og vísandi hér aftur í töluna hjá sveitarstjórnarfulltrúa Berglindu Hörpu að þá fór hún hér ágætlega yfir það sem gerðist 25. september, þann ágæta sunnudag, að stóran hluta af landinu sló út. Það gerist þrátt fyrir það að Landsnet, sem er það eru rauninni tveir aðilar hér sem sjá dreifingunni, það er annars vegar Landsnet, sem er svona, hvað maður segja, stóri aðilinn og svo Rarik til smærri notenda. Að þetta gerist þrátt fyrir það að Landsnet hefur verið mjög duglegt og ég ætla að grípa tækifærið og bara hæla því fyrirtæki. Það hefur verið mjög duglegt við það að byggja upp innviði hér austur frá. Það er búið að ljúka þessum 120 kV hring svo kallaða frá spennivirkjunu við Eyvindará til Eskifjarðar, frá Eskifirði yfir í Stuðla í Reyðarfirði og frá Stuðlum í Reyðarfirði yfir í Hryggstekk á Héraði. Ég veit ekki hvort allir gerir sér grein fyrir því hvað þetta er gríðarlega mikilvæg framkvæmd og styrkir okkar raforku innviði alveg gríðarlega mikið. Og ég bara fagna því og það var hér ágætt kynning fyrir sveitarstjórnarfulltrúa við mörg mættum niður á Eskifjörð, ágúst eða september hvernig það var á afmæli Landsnets og það sem var farið yfir þetta og bara, ég vil bara hrósa þeim hvað þeir hafa staðið sig vel í uppbyggingun undanförnu og ég held að það sé ekki síst fyrir það að sveitarstjórnin hefur verið bara dugleg og ég ætla að hrósa þá henni í leiðinni að ýta á Landsnet og halda þeim á tánum og þeir hafa verið bara mjög viljur og samstarfsfúsir við að byggja þetta. Samt gerist þetta að það slær saman þessum ágætu línum sem liggja frá Fljótsdalsstöð niður í Álver á Reyðarfirði sem verður til þess að þessi keðjuverkun hefst og það slær út rafmagn hérna í marga klukkutíma á þessu svæði. Og ég vil bara benda á þetta vegna þess að í þessum lið er í rauninni eingöngu talað fyrirtæki Rarik en ég held að þurfi líka kannski aðeins að kalla með góðu inn á teppið Landsnet og þau gefa okkur góða skýringar á hvað gerðist og hvað verður gert til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Orkuframleiðsla kom hérna aðeins til tals áðan hjá bæði sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn og Berglindu Hörpu. Ég er eiginlega alveg sammála Úrlind Helga Hlyn. Sveitarstjórnarfulltrúa vegna þess að það er heilmikil orka í landinu og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur hefur bent á að þá fer stór hluti hans og mikill hluti hans í hreina vitleysu sem er Bitcoin-gröftur og sem er nú svolítið komist í þessum brjálað heimi sem við lifum í. En menn tala þess að þurfa auka hér framleiðslu út af þessum orkuskiptum og við Helgi Hlynur erum örugglega ekki sammála það. Ég held bara einfallega þessu orkuskipti þau munu aldrei ganga eftir.
Það er ekki að fara að gerast og þess vegna held ég að við þurfum ekki að vera rosalega mikið á tánum sambandi við framleiðsluna en að byggja upp dreifikerfið og efla það og þá er kannski komið að RARIK, það er til að segja til eins og hefur komið hér fram til þessara notenda eins og upp á Jökuldal og víðar að efla þrífasavæðinguna og endurnýja þessa gömlu línur eins og þessi lína sem fór þarna niður í Jökuldal, hún er orðin ef ég man rétt 40 ára gömul og ef ég skil rétt plön RARIK þá eiga jökuldalingar að búa við þessa gamlu línu í 8 ár í viðbót. Má vera að ég fari ekki alveg með rétt mál hér en vonandi verður mér það fyrirgefið. Og þarna þarf í rauninni RARIK að taka sig svolítið á. Landsneti búið að taka sig heilmikið á og vonandi halda þið bara því áfram því góða starfi sem er að gera hér en RARIK þarf að taka sig á. Og þessi þrífasavæðing hefur verið hér heilmikið til umræðu, hún gengur hægt og samstarf hefur svolítið vantað þegar hefur verið að leggja hér ljósleiðaranet að gera þetta hvort tveggja í einu. Þannig að ég tek undir bæði með Berglindi Hörpu og Helga Hlín já, það þarf að efla þetta smærra dreifikerfi ef við orðum það svo. Takk fyrir. Þá er sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson flokkur málsins. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fólk. Mér finnst ekki hægt annað þegar við erum að ræða orkuöryggi og fjarskipti saman undir máli að svona minnast á það að þegar að þeir sem reka hérna fjarskiptafyrirtæki taka ákvörðun það að leggja niður kopalínurnar þá eru menn orðnir algjörlega háðir í að vera í sambandi í gegnum GSM símana sína og þegar að rafmagni fer og geimsasambandi fer þá bara missa menn alveg samband við heiminn, hvort sem það er internet eða sími og það er nú kannski sérstaklega að því að það kemur nú frá heimastjórn Djúpavogs, það eru þarna ákveðin svæði í Berufirðinum sem eru sérstaklega slæm hvað þetta varðar. Ég get tekið undir margt sem hefur komið hérna fram en það er eitt sem að mér langar mjög að við komum á fundi með RARIK vegna þess að ég reyndar held að byggðarlínan þarna á Jökuldal sé 50 ára ef mér skjöpast ekki en það breytir ekki alveg öllu en sko ástæðan fyrir því að Austurland er aftast svona megninu til aftast varðandi þrífasavæðingu rafmagns og menn eigi að þurfa að bíða í 8 ár til viðbótar áður en að það er gert er að við vorum líka aftast þegar byggðarlínan var gerð og það vill bara svo til að af öllu gamla dótinu sem að RARIK er að glíma við að endurnýja að þá eru við með nýjasta gamla dótið hérna í firðinum þannig að það spilar inn í og ég spurði nú fulltrúi fór hérna á var það ekki einhvers konar afmælisveisla RARIK hérna á Egilsstöðum daginn og þar spurði ég hvernig væri hægt að flýta þessu og það er allavega hægt veit ég og sumir gera þetta það er hægt að borga ákveðið flýtigjald fyrir þrífasavæðingu rafmagns það þýðir ekki að það gerist á morgun en þá mögulega fer það fram í goggrunniðina og ég spurði strax hvort að þetta væri eitthvað sem að sveitafélag hefði einhvern tímann gert og aðli sem ég ræddi við myndi nú ekki til þess að það gerst en mér finnst bara að það sé eitthvað sem að Múlaþing ætti að skoða og nú veit ég ekkert hvað ég er að tala mikla fjárhæðir það getur vel verið að þetta sé alveg slaufað bara þess vegna en það er alveg dýrt spaug að þrífasavæða til dæmis Jökuldalinn sem er langur. Annað sem ég langar að segja frá hverjum sem heyra vill að það er mikið verið í umræðunni þessu tengdu af hverju menn leggja ekki þrífasastrengin meðfram
ljósleiðaravæðingu dreifbýlisins og ég spurði fulltrú út í það á þessum samanfundi og það kom bara fram í máli þeirra að skurðgröfturinn og sú vinna bara hverfandi stærð af kostnaði, þannig að menn sjá ekki alveg hagkvæmni í því þó að maður skilji það ekki alveg sjálfur. En já, tek bara undir það að mér langar mjög að við fáum fund með Rarik og þá ætla ég að spyrja þau formulegar þetta. Ég kem bara hérna til að gera grína Eyþóri Stefánsssyni félaga mínum. Hann náttúrulega formaður heimastjórnar á Borgarfirði og kemst ekkert út úr því og talar hér í firðinum. Við talar sveitarfélagið. Þú ert í sveitarstjórn hérna. Takk. Forseti aðri fundamenn, ég ætlaði nú ekki að koma svona oft upp í þessum fundi, en þetta bara skemmtilegu fundur og góður andi hérna. Aftur að þessu sem að því að mér finnst athyglisvert sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom með hérna fram, að hér í firðinum þá gæti hugsanlega greitt svo kallað flýtigjald og hann segist ekki vita til þess að þetta hafi verið gert. Ef mér skjátlast ekki þá held ég að Fljótsdalshreppur hafi gert þetta þegar þeir fóru í ljósleiðaravæðingu til þess að fá þetta saman ljósleiðaravæðinguna og þrífasa rafmagnið. Má vera þetta sé rangt hjá mér en ég held ég muni þetta rétt. Og aðeins þetta með skurðgröftinn og þetta alveg hárrétt að hann ekki stóra málið í þessu út frá kostnaði en hann alltaf svolítið atriði þessu frá umhverfissjónarmiði séð. Vegna þess að það segir sér sjálft að það betra fyrir umhverfið og það sé fari bara einu sinni rust yfir landið með því spjöllin sem þetta þýðir heldur en að gera það tvisvar. Og svona með aukinni umhverfisvitunda þá held ég að menn ætti nú að reyna að gera sem mest af svona framkvæmdum einu sinni frekar en oftar. Og ég þori nú allavega að nefna annað sem hér sem varðar þetta og það ef að fer hitaveita á Seyðisfjörð einhvern tímann að þá væntanlega fer hún norðan veginn við Eyvindará þar sem að sá almöguleiki sem Vegagerðin setti upp fyrir veg frá göngum gæti hafa verið líka en því miður alla menn báðum megin og raski verður þá báðum megin. Þannig ég vil svona aðeins koma þessu að svona hér í firðinum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónsson hefur verið málsinu og fleiri sem vilja tjá sig. Þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur í lið númer 6, barnvænt samfélag, fulltrúar. Fyrir liggur að velja 2 fulltrúa, einn úr meiri hluta og annan úr minni hluta í stýrihóp barnvæns sveitarfélags. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í samræmi við samkomulag á milli sveitarfélagsins Múlaþings, mennta- og barnamálaráðuneytis og UNICEF á Íslandi framkvæmd verkefnisins barnvænt sveitarfélag undirritað var 11. mars 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fulltrúum meiri og minni hluta í stýrihóp barnvæns sveitarfélags verði fulltrúum meiri hluta Guðný Lára Guðrúnardóttir, fulltrúum minni hluta Þröstur Jónsson. Ég ætla að mæna þetta undir þessum lið fyrir einhver sem vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn og konur. Ég ætla bara aðeins að gera grein fyrir því af hverju ég gaf kost á mér í þetta og var valinn í þetta af minnihlutanum. Það einfaldlega vegna af tvennum ástæðum að það dýrmætasta sem við eigum
eru börnin okkar. Velferð þeirra er gríðarlega mikilvæg og okkur sem sveitarfélagi ber skylda að sjá til ýmissar þjónustu við barnafólk, svo sem skólareksturs og fleira. En það er þessi velferð sem mér er umhugað og rauninni verðmætin í börnunum okkar, það er framtíðin okkar, þetta eru framtíðar íbúar í okkar sveitarfélagi og við sem hér inni sitjum eigum allt undir þeim þegar kemur að okkar elli. Ég sit þarna og ég ætla að vera alveg hreinskiptin með það og vona að það bara gleði flesta, en ég ætla að sitja þarna til þess að tryggja að kristin gildi byggð á kærleika Jesú Krists og sannleika verði gætt við alla framkvæmd, svo það sé alveg á hreinu. Takk fyrir. Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi Kjósvel. Ég ætla bara aðeins að koma inn og segja af hverju mér langaði að vera partur af þessu. En ég kynnti mér þetta svolítið vel fyrir nokkrum mánuðum síðan og hef mikinn áhuga á þessu verkefni. Og ég segi bara eins og Þröstur með börnin okkar, þetta er það dýrmætasta. Og ég hef bara mikinn áhuga á því að fylgja þessu verkefni áfram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir í lokin málsins, fleiri sem vil taka til máls til þessum lið. Svo er ekki. Þá tek ég tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Samþykkt samhliða. Þá erum við komin í lið nr. 7, framkvæmdir við nýjan leikskóla í Fellabæ. Farið er yfir stöðu framkvæmda og kostnað við nýjan leikskóla í Fellabæ. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Kjósvel. Forseti og gott fundarfólk, já hér er til umræðu nýr leikskóli í Fellabæ og það ber að fagna því að við séum að sjá fram á það að sá leikskóli muni taka til starfa. Við erum horfð til þess að hann verði opnaður í næstu viku og trúi ekki öðru en að það standist. En það hafa komið fyrirspurnir varðandi kostnað og líka hvers vegna framkvæmdum hafi seinkað, ekki gengið eins hratt og ætlað var í upphaflegri framkvæmdaáætlun. Og varðandi kostnaðinn þá erum við svo sem ekki komin að endastöð þar. Kostnaður eins og þetta er í dag er í kringum 530 milljónir sem komið er á þetta, en ég hef ekki von á við sjáum svona endanlegar kostnaðartölur fyrir en við erum komin svona reiknaði með fyrir áramótin, því þá svo við sem opna leikskólan næstu viku þá eru svona ákveðnir þættir sem á eftir að klára og ég á von á að svona endanlegt uppgjör verði ekki fyrir en þá. Þannig en ég komi þessu allan á framfæri. En ástæða fyrir því að þessu hefur seinkað, það er kannski einhvern tvennt sem að því hefur valdið. Það er annars vegar COVID og hins vegar stríðsátökin í Evrópu. Þetta hefur orðið til þess að það hefur verið bara erfiðara að fá efni til landsins. Við þekkjum þetta bara í ýmsum framkvæmdum og þannig að það eru bara ákveðnir hlutir sem að eins og bara hurðir, bara sem dæmi. Þú opnar ekki svona stofnun öðru sem að það séu hurðir til staðar en það eru bara ákveðnir svona hlutir sem að hafa tafist og hefur í rauninni ekkit verið hægt að gera við. Á þessu eru eðlilegar skýringar og þær eru þessar. En það er verið að klára í rauninni allt úttektarferlið og ég á, eins og ég sagði áðan, ekki vona öðru en að þessi ágætastofnun tæki til starfa í næstu viku. Takk fyrir mig. Björn Ingimarsson hefur lokið málsinu. Er ykkur sem vil að taka til máls? Berglind Harpa Svaðarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi Kjósvel.
Forseti, góði fundamenn. Leikskólinn í Fellabæ hefur verið allt og lengi við óviðunandi aðstæður en nú sjáum við heldur betur til sólar. Því leikskólinn er tilbúinn. Ég samgleðst innilega starfsfólki og börnum sem verða í þeim vel heppna og fallega leikskóla og við sjáum það að all land eru það leikskólamál sem brenna á íbúum í hverju sveitarfélagi. Tryggja verður því næg leikskólapláss og auðvitað er sú uppbygging kostnaðarsöm en hún er nauðsynleg. Múlaþing hefur ákveðið að gera vel í þeim málum allt sveitarfélag. Þarfagreiningar stýra uppbyggingu og starfsfólk og fræðslusviði fer með utanumhald hvar þarf að fara í uppbyggingar framkvæmdir hverju sinni. Varðandi innviða uppbyggingu þá er hún kostnaðarsöm og mikilvægt að líta inn á við og sjá hvort við hefðum geta byggt á hagkvæmari hátt vel heppnaða leikskóla. Við höfum auðvitað takmarkað fé í fjárfestingar og okkur er öllum hollt að horfa yfir farin veg og skoða hvað við getum lært af þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar hverju sinni. Við höfum fengið skýringar á töfum og hver kostnaðaráætlun var og hvar verkið er statt en uppgjör liggja ekki enn fyrir. Ég hlakka afskaplega mikið til að koma inn í þennan nýja leikskóla þegar hann verður að fullu tilbúinn núna og þá getur hann tekið við börnum og það má segja það að í haust þá verða yfir 70 laus pláss í þessum leikskóla sem er fagnaðarefni. En mér langar til að minnast á það líka varðandi gamla leikskólan að honum verður haldið innan fræðslusviðs og ef til þess kemur vegna mannfjölda þróunar að það þurfi á honum að halda áður en að nýr leikskóli lítur dagsins ljós, þá er hægt að bregðast tímabundi við með leikskólaplásum þar. Þannig að ég fagna því úrræði. Það er nauðsynlegt að horfa fram í tíman og bregðast tímanlega við þörf og þarfagreiningin hjálpar okkur að standa okkur vel í leikskólamálum í öllu Múlaþingi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið máli sínu mælitaskráar en þó opinn eru fleiri sem vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundar fólk. Það er gleðiefni að það sér fyrir endan á að framkvæmdur við nýjan leikskóla í Fellabæ. Það var algjörlega frábært. Mér langaði hins vegar að koma hérna þar sem ég óskaði nú eftir að þetta mál væri á dagskrá að ég finnst gögnin undir málinu svolítið snubbót og það er kannski alveg viðbúið vegna þess að ég var nú ekkert mjög tímanlega að óska eftir að þetta væri á dagskrá. En í þeim kemur fram að kostnaðaráætlun sé 643 milljónir og nú er heildarframkvæmdakostnaður verksins komin í, eins og kom fram í máli Björns áðan, nálægt 530 milljónum. En þetta segir mér óskaplega lítið vegna þess að ég hef ekki hugmynd hvað á eftir að borga stóran hluta kostnaðarins. En ég hef nú eftir mínulegum komist að því að það stefnir í það að þetta verði mjög nálægt kostnaðaráætlun eins og það blasir við fólki núna og það er alveg gríðarlega magnað ef það tekst vegna þess að það er svo að 90% kostnaðaráætlana hins opinbera rætast ekki og það er nokkuð drjúgur hluti sem ég man nú ekki rætast mjög harkalega ekki, fara mjög langt yfir. En svo er eitt sem að mér langar að varpa til okkar hérna, sem að mér finnst svolítið umhugsunarefni. Það er af hverju byggingarnefndin fundar ekki að mér skilst varla yfir framkvæmdatíman. Líta menn svo á að störfum byggingarnefndar sé lokið þegar framkvæmdir hefjast? Ég held nú ekki það sem að fulltrúi byggingarnefndinni inn í verkfundum og þess áttar.
Þannig að þar held ég að megi gera betur upp á að miðla upplýsingum til byggingarnefndarinnar og kannski stendur það á fulltrúum í nefndinni sjálfri og óska eftir fundum, ég veit það ekki. En allavega þegar maður spyr þá pólitísku fulltrúa sem eru þar inni frétta þá hafa þeir lítið að segja langt flestir. Og mér finnst það umhugsunarefni hvernig út frá bara hvernig við sjáum fyrir okkur að þessi byggingarnefndir eigi að fungera. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við þessi forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég vil bara taka undir það sem hefur komið hér fram bæði hjá Berglindi Hörpu Svavarsdóttur og Birni Ingimarssyni að það fagnaðarefni að við sjáum fyrir endan á því að leikskólinn sé byggður. Það hillir undir verklok og þá eðlilega fer maður að velta því fyrir sér hvernig plönin hafa staðist og ég skil vel að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson velti því fyrir sér. Það kannski eilítið snemmt að horfa í endan eins og fram hefur komið, við bara sjáum ekki hver raunkostnaðurinn verður strax. Björn talar áramót, ég myndi sjálf ætla að það geti liðið aðeins lengra áður en lokatölur liggi fyrir. Ég ætla að nýta hérna tækifæri og hrósa í raun og veru bara byggingarnefndinni og framkvæmdaaðilum fyrir það að hafa verið á tánum og ég veit að það búið að vera að beita ýmsum ráðum til að tryggja það að bæða framkvæmdin standi væntingar og sé á áætlun. Það ekkert mál að standa væntingar en það öllu erfiðar að standa áætlun. En ég held að þetta hvoru tveggja sé að nást hjá okkur núna og ég hef skoðað hennar leikskóla og hann ofboðslega glæsilegur og það voru gaman að bjóða börnin velkomin þar inn. En til að svara fyrirspurn Eyþórs Stefánssonar varðandi byggingarnefndina að þá skils mér á formanni byggingarnefndar að það hafi raun og veru engar breytingar orðið og ekki ástæða til að kalla byggingarnefndina saman þar sem að það var bara lagt upp með þá vegferð sem að þau eru á núna og það hafi engar forsendur breyst sem að hafi verið þess valdandi að talin var ástæða til að kalla nefndina saman en ég hafi komið beiðni frá fulltrúum nefndarinnar að það yrði fundur. Og þar að leiðandi hafi ekki verið fundur en ég held að það hafi ekki haft nein afgerandi áhrif af því mér skilst að það hafi allt legið bara vel fyrir og verk áætlunin hafi verið talsvert skýr og við verum með góða og heppin með starfsmenn sem að hafa leitt þetta áfram af hálfu verkkaupa hjá okkur. Takk. Liðið hafa þessi hljós og ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forsetaðari fundamenn. Ég fann nú bráðum að nánast að skammast mig fyrir hvað ég kem oft hérna upp litli kallinn í sveitarstjórnin. Svona virkar nú lýðræði vist að hver og einn á rétt á því að komendur hverjum lið tvisvar. Og ég held ég hafa nú aðeins eitthvað að segja saman til þennan lið, ætlaði nú ekki að koma hér upp en þetta ágætt og saga þessa leikskóla svolítið þyrnum stráð að hann hefur verið talinn mjög dýr og kennt okkur kannski þá leksíu eins og hefur komið hér fram að við þurfum að leita nýrra leiða til að kanna þetta, nýrra leiða til að byggja slíkar byggingar. Ég hef haft mikinn áhuga á þessari leikskólabyggingu og komið þarna oft og rætt við framkvæmdaraðila og bara til þess að læra hvað jákvætt hérna, hvað neikvætt, hvað erfitt og svo framvegis. Og ég man alltaf þegar ég sá grunnteikningu fyrst að þessum leikskóla þá taldi ég hornin á grunnteikningunum, ég man ekki hvort það voru 28 eða 48 en þau voru allan gríðarlega mörg og það sagði sig sjálft svona bara svona ákveðin hundalógík að hvert horn hlýtur að kosta mikið. Það ekki nóg með að voru horn, heldur voru þau ekki horn rétt, þar að segja að það voru ekki 90 gráður sem gera þau enn dýrari. Gaman að Björn nefndi þessar hurðir hérna líka sko, ef ég maður rétt að þá koma þær frá Þýskalandi og ég hef oft velt fyrir mér þeirri staðreynd að hér á svæðinu fyrirtæki sem mjög sterkt í innréttingum og veit ekki til þess að það hafi nokkuð að vera leita til þess með þessar hurðir að þær eru framleiddar bara í heimabyggð sem að sveitarfélag ætti nú að leitast við
Það koma frá Þýskalandi og hvorki held ég hafi nú verið Putin eða Dr. Fauci að kenna að þeim senkaði, heldur blotnuðu þær í flutningum og þetta fá þar aftur. Þannig að verði ég leiðréttur ef þetta er rangt hjá mér. En það sem ég ætlaði að segja þarna er það að þessu þegar við förum að byggja næstu leikskóla og í þessum þyrnustráðaferli á tímabili þá fór ég á Mr. Google og fór bara að kanna hvernig menn gerðu þetta í nágrannalöndunum og ég ætla að tuða þetta enn vegna þess að það hefur ekki fengið hljómgrunn en þá. Og Norðmenn eru sérfræðingar í því að byggja einingarhús, þar með talið skólabyggingar af öllum toga, jafnvel tónskóla. Svíjar hafa bitið á það og panta leikskóla og skólabyggingar frá Noregi í kipum. Og mér finnst þetta möguleiki sem við eigum að kanna alvöru og ég get alveg upplýst það hér að ég setti mig í samband við einn af þessum framleiðendum í Noregi sem var mjög viljugur til samstarfs, mjög viljugur, svo ekki sem meira sagt og hann bara spurði aftur og aftur og ég eiginlega var bara farin að skammast mín að get ekki svarað á hann, hvað get ég gert fyrir ykkur? Og ég sendi tölvupósta hér á ráðamenn í sveitafélaginu og þeim var ekki svarað einu sinni. Þannig að sá díalógur stöðvaðist, en ég hvet menn bara í sveitastjórn að kanna þennan möguleika vegna þess að þetta er það sem aðri gera og virðist ganga vel og við höfum reynslu að þessu. Við byggðum hérna heilt risastórt 5-leikahús sem fór upp í brot af þeim kostnaði sem upphaflega var hérna áætlað og var eini möguleikin til þess að slíkt hús myndi rísa. Það reis á ótrúlega skömmum tíma og hvaðan kom það? Jú, það var einingarhús frá Noregi. Þannig að ég ætla að tönnlast á þessu, hvort sem hann leiðist það ekki, þangað til að menn skoða þennan möguleika. 643 milljónir fyrir leikskóla, fyrir ekki fleiri börn en þarna erum að ræða, er of dýrt. Og það er bara tímabært strax, þó að við séum ekki að fara strax í næstu leikskólabyggingu að þá kemur að því og fyrir en síðar og þá er bara gott að vera mjög undirbúin. Við förum strax að kanna alla möguleika til þess að ná kostnaðan niður, þó ekki á kostnað barnanna okkar. Það er að segja að svo þjónusta sem er veitt í viðkomandi byggingu sé hinn sama og jafngóð. En þessi leikskólabygging er glæsileg. Ég ætla ekki að vinda á hana því, mjög flott. Takk fyrir. Sveitarstjórnar vildur að Helgi Finnur Ásmundsson gjörðu svo vel. Setti hann að funda fólk hérna eftir sammenninguna þá fór ég inn í byggingarnefnd þessa leikskóla og þar vorum við að fara yfir tekningar og hugmyndir og þar var bara, það var svona eiginlega staðlagsvar að gera einhverja athugasemdir við eitthvað í útliti eða hönnun eða eitthvað. Já, þetta er ekki gott, en þú hefur átt að sjá þetta fyrst. Ég tek undir með Þresti Jónssoni að við þurfum að læra af þessu. Við nú bara þessi leikskóli er geggjað flottur og ég vona að hann þjóni sínu hlutverki áratugum saman án lekaði miklu vandamála að neins í þeim dúr. En byggingarlagið eykur hættuna á slíku. Ég hins vegar hvort við eigum að vona þáttur í sjónvarpinu fyrir stuttu ríkissjónvarpinu húsin á Seyðisfirði sem var að tala norsku katalóghúsin. Ég veit ekki hvort við höfum alveg að fara þangað, það getur vel verið. En allavega þurfum við að læra af þessu og reyna að byggja ódýrt. Í þessu ferli var það búið að skera, það var ýmislegt skorið niður. Þetta leit út fyrir að verða talsvert dýrara heldur en vonir standa til að þetta verði núna. Þannig að það var tekið á ýmsu og ég meina það var
samið við hönnuði að breyta ýmsu til þess að draga úr kostnaði. En ég óska okkur til hamingju með þennan leikskóla. Hann er ofboðslega fallegur og en við getum ekki byggt svona allt sem við okkur vantar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrafari opinir fleiri sem vil taka þetta máls. Svo ekki, þá telst 7. liður framkvæmdi við nýjan leikskóla í Fellabæ lagt fram til kynningar. Þá eru komin í lið nummer 8, skýrslur heimastjórna. Formenn heimastjórna fara núna yfir helstu málefni sem hafa verið umfjöllunar hjá viðkomandi heimastjórnum. Og mér langar að bjóða að formanni heimastjórnar á Borgarfirði að koma fyrst sem er sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Gjörðu svo vel. Frú forseti og annað þetta fólk, frá síðasta sveitarstjórnarfundi höfum við haldið einn heimastjórnarfund á Borgarfirði. Hins vegar eru kannski stærstu tíðindi frá síðasta sveitarstjórnarfundi þau að þetta er fyrsti sveitarstjórnarfundurinn sem ég geta keyrt á malbiki alla leið í Egilsstaði. Frá því að, bara frá upphafi. En það hefur gert á líka með 2 slæmum óveðrum, eins og flestir vita, og fundurinn bar þess merki. Það var 25. september ef ég man rétt. Þá sem sagt, og hvað er ég að reyna að segja, afsakið. Já, þá sem sagt var mikið brim í höfninni og sog, og það stafaði að því að núna erum við í miðjuferli í framkvæmdum Borgarfjarðarhöfn og það er búið að fjarlægja það sem heimamenn kalla sýslumannsboða, sem var svona klettur inn í innsiglingunni sem hafði brotið ölduna, en nú er sem búið að taka hann og ekki búið að klára dýpkurinn á höfninni, og menn segja að það séu líkur á því að það hafi valdið því að það kom ekstra mikið svo í höfnina, þannig að sjómenn á Borgarfirði þurftu að binda bátana þvert yfir höfnina í fyrsta skipti í nokkuð mörg ár. Björgunarsveitin var kölluð út og alls konar dæmi. Hins vegar var ekki stórkostlega miklar skemmdir. Það var eitthvað í Blábjörgum, eitthvað tréverk og einhver stýring sem skemmtist eitthvað í óðurinu, og eitt fellihýsi fauk á hvolf, en ekki teljandi mikið, hvorki þarna í september né nú það sem er ný yfirstaðið. En við tókum sem sagt framkvæmdirnar við Borgarfjarðarhöfn og dagskrá fundarins vegna þess að við vildum ítreka að meðan á þessum framkvæmdum stendur eru líkur til að séu ekstra mikil hætta á að myndist mikið sog þarna í höfninni, og fyrir vikið er mikilvægt að þær séu unnar eins fljótt og autt er. Og í þessu samhengi langar mig að segja að við fengum fulltrúa frá RARIK inn á fund vegna þess að í óveðrinu í september þá virkaði varaaflið ekki sem skildi. Það varaaflsmál á Borgarfirði hafa verið hvað bestu á Austurlandi, og hafði ég fyrir þessi óveður varla, það var teljandi á fingrum annarra handar, það rafmagnsleysi sem hafði varið vegna þess að það hefur bara verið sjálfvirk varaaflstöð sem fer sjálfvirkt í gang, bara innan örfára mínútna þegar það verið rafmagnslaust. En sjálfvirkni búnaðurinn var búinn að vera eitthvað bilaður, og það vildi svo til að daginn eftir fundin með Borgarfirði þá stóð til að fara að laga hann, og þannig að ég veit ekki annað en hann hafi verið í lagi fyrir seinna óveðrið. Það var eitt mál á dagskrá fundarins sem við frestuðum, og það eru málefni Stakkahlíðar, en eins og einhverjir vita þá ákvað ríkið að nýta sér forkaupsrétt á Stakkahlíð, og síðan með það markmiðið að friðlýsa jarðirnar sem ríkið á í Lófandafirði. En nú held ég að þetta mál sé bara fast milli ráðuneyta einhvern veginn, og það gerist ekki neitt, og heimastjórn, við bókum þetta nú bara í vinnslu, en við höfum allavega
áhuga á því að það fari nú eitthvað að gerast þarna, þannig að þetta endur nú bara ekki í pattstöðu, því ég held að það versta sem gerist í þessu máli sé að það gerist ekki neitt. Svo tókum við eitt mál á dagskrá varðandi húsnæðismál á Borgarfirði. Þá vorum við að taka fyrir tillögu sem að kom frá byggðarráði hvort ætti að selja eina íbúð í almennri sölu og heimastjórn lagðist gegn því þar sem þetta var ein af 9 íbúðunum sem var byggð með stofnframlagi og engin viðhaldsþörf á henni. En ég ætla ekki að fara dýpra út í þá sálma þar sem ég er á öllum líkindum vanhæfur til að ræða þessi mál. Takk. Við þakkum formanni heimastjórnar á Borgarfirði kærlega fyrir þetta, Eyþór Stefánsson, og ég býð þá velkomna í pontu formann heimastjórnar á Djúpavogi, Guðný Lára Guðrúnardóttir, gjörið svo vel. Forseti og aðrir fundamenn. Við héldum okkar 30. fund heimastjórnar á Djúpavogi þann 7. október síðastliðinn og áttum að vana mjög góðan fund. Það voru 8 mál á dagskrá og lutu helst málin af því að fundum hvernig greiða mætti úr þeirri krísu sem uppi hefur verið undanfarið með fjölgun ferðafólks á svæðinu, en að sama skapi ekki aðstæður fyrir þau til að gera þarfir sínar í bænum. Ferðamenn koma að matvörubúð bæjarkjarnans og finna þar ekki klósett og gera því þarfir sínar umhverfis búðina. Öllum heimamönnum til mikils ama. Já, ég veit ekki, ég ætti nú kannski að gera mig aðeins skiljanlegri, en það var ágætur maður þarna í bæ sem gerði sér góðan dag og taldi ferðamenn yfir daginn sem tóku svona ágætir stopp þarna í kringum búðina og svo tala fór upp í 70 þann dag. Já, þannig að við fundum mögulega lausnir og standa nú yfir viðræður við kjörbúðina eða samkaup málið og vonumst við til að finna þessi ágæta lausn, vonandi vonbráðar. En nú stefnum við á íbúafund þann 19. október næstkomandi og sá fundur ætlaður þéttbýlinu og stefnum við að því að halda fleiri fundi fyrir þéttbýlið þann 27. október fyrir dreifbýlið. Sagði ég það ekki? Já, og dreifbýli í Berufirði og 2. nóvember fyrir dreifbýli í Hamarsfirði og Álftafirði. En nefna má að fundargerðin í heild sinni má finna inn á múlithing.is og ég vil nefna að við gerðum smá breytingar á fyrirkomulaginu og höfum nú innleitt skýrslur starfsmanns heimastjórnar sem síðasta lið í hverju fundargerð hjá okkur. Og þannig ætlum við að reyna að stuðla því að veita góða upplýsingagjöf til íbúa og má þar sjá hin ýmsu mál sem við höfum tekið fyrir áður og hvar á veg þau eru komin og hver staðan á þeim er í dag. En mér langar einnig að nýta tækifærið hérna í dag og koma að málefni sem við höfum margoft rætt áður í heimastjórn og á fleiri vettvöngum, en það er Axavegurinn og mikilvægi hans fyrir umferð á milli bæjarkjarna í okkar góða sveitarfélagi, jafnt að sumri sem á vetri. En hann var einmitt lokaður í morgun og einnig í gær og veturinn er varla byrjaður. Svo mér langar bara til þess að hamra því mikilvægi verkefni að koma þessum Axavegi í þann farveg að hann sé opinn yfir veturna og við þurfum að finna lausn á þessu. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi og formaður heimastjórnar á Djúpavogi hefur lokið máli sínu, Guðný Lára Guðrúnardóttir, og þá ætla ég að bjóða formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs sér í pontu, það er Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur haldið einn fund frá síðasta fundi í sveitarstjórnar 14. september síðastliðinn og á þeim fundi voru 7 mál á dagskrá. Kannski svona það helsta sem að ég ætlaði að fylla í umfram fundagerðin er að heimastjórnin afgreitt á fundinum umsögn vegna beiðni frá skipulagsstofnun umsögn vegna matsskyldu fyrirspurnar vegna uppsetninga 2 vindmylla við Lagarfossvirkjun sem framleiði alltaf 9,9 megavött. Og heimastjórnin telur kynningarskýrsluna með matsskyldu fyrirspurninni gefa nokkuð gott yfirlit fyrirhugaða framkvæmd sem bendur leið á nokkur atriði sem þarfnist frekari skoðunar. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum eða vöktun vegna mögulegra áhrif á tiltekna umhverfisþætti sem að mati heimastjórnarinnar gæti verið mikilvægt og væri í samræmi við markmið verkefnisins sem meðal annars að öðlast reynslu og byggja upp þekkingu á rekstri vindmylla og hefur verið kynnt sem tilraunaverkefni.
Í umsögninni komum við þeim áherslum á framfæri að úttektar sé þörf á frekari á tilteknum umhverfisþáttum. Einnig að verkefni verið kynnt íbúum á svæðinu ítarlega. Nú fyrir fundinu lá beiðni frá umhverfis- og framkvæmdasviði áherslur heimastjórnar varðandi nýframkvæmdir og viðhald á starfssvæði heimastjórnarinnar og áherslur heimastjórnarinnar auk þeirra verkefni sem þegar í undirbúningi eða vinnslu samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun eða öðrum áætlunum að ætlaði verið nægir fjármunir til skipulagsgerðar og fylgt verði eftir skipulagsáætlun og starfssvæðinu, kannski sérstaklega þá miðbæjar skipulaginu og koma uppbyggingu í miðbænum áfram og þá með nauðsynlegri uppbyggingu innviða. Einnig verði gert ráð fyrir fjármunum til umhverfismála, stígagerðar, gatnagerðar, lýsingar og fegrunar við aðkomuleiðir að þéttbýlunum. Þá verði gert ráð fyrir átæki varða girðingar í Múlaþingi og girðingu sem að sveitarfélagið í samstarfi með öðrum sem eins og skógræktun og vegagerðin og þetta yfirlit í sjálfu sér gefur engan veginn tæmandi mynd af þessum verkefnum en það gefur svona kannski svolítið heildar yfirlit það sem svona heimastjórnin að leggja áherslu á og svona kannski til viðbótar því sem sést glöggt af fjárhags- og framkvæmda áætlun gildandi fjárhags- og framkvæmda áætlun sveitarfélagsins og sem auðvitað þá til hliðsjónar í áætlun næsta árs og næstu ára. Takk. Formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs Vilhjálmi Jónssyni sveitarstjórnarfulltrúa kærlega fyrir og þá ætla ég að bjóða í pontu formann heimastjórnar Seyðisfirði Björg Heiðarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúa gjörðu svo vel. Frú forseti og gott fundarfólk, 27. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar var haldinn í gær svo fundargerð þess fundar liggur ekki fyrir þessum fundi nú en mér langaði samt rétt að nefna tvennt hér undir þessum lið, skýrslur heimastjórna. Á þessum síðasta fundi okkar fékk heimastjórn meðal annars kynningu á starfsemi Lungaskólans, rekstri og fyrirhugaðri stækkun. Þau stefna að bæta við annarri námsbraut og býður skólinn þá upp á 2 námsbrautir. Það liggur svo fyrir að skólinn þarf að flytja alla nemendatengda starfsemi úr núverandi húsnæði vegna skriðuhættu. Og því uppi áform nýbyggingu. Það mat heimastjórnar að skólinn sé mjög mikilvægur fyrir samfélagið á Seyðisfirði og því brýnt að styðja við hann eins og kostur Upplifun þeirra hefur því miður ekki verið alltaf þannig og hefur til að mynda samkvæmt þeim ekki enn orðað fyrirhugum styrkveitingum þessa árs. Heimastjórn hvatti til þessa áform skólans og starfsemi yrði kynnt víðar til að fá þann stuðning sem þarf til og það von heimastjórnar Seyðisfjarðar að því verði vel tekið. Heimastjórnin boðaði svo íbúafund fyrir 2 vikum í Herðubreið þar sem íbúar voru hvattir til að koma og spjalla á léttunótunum það sem þeim liggur á hjarta. Fundurinn heppnaðist mjög vel, það mættu á milli 20 og 30 manns og heimastjórn fekk góðar ábendingar ýmislegt tengt samfélaginu á Seyðisfirði. Við stefnum á að boða annað svona íbúaspjall í janúar og hafa það fastan lið að minnstakosti 3 ári. Fleira var það ekki. Takk. Formanni heimastjórnar Seyðisfirði kærlega fyrir Björg Heiðarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi og þar með lið númer 8 skýrslur heimastjórna lokið. Næst fyrir við í lið og forseti leggur til að það verði áframunni með sama sniði að málefni og fundagerðir byggðaráðs verði tekna fyrir og ég ætla að opna mælendaskrá undir lið 9, 10 og 11 að ræða fundagerðir byggðaráð Múlaþings nr. 60, 61 og 62 og mál og orðið laust. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hyggst taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, herðarlegur og aðri fundamenn. Þetta varðar lið 9, byggðaráð Múlaþings 60. fundur. Þar undir númer 10, fundagerð stjórnar HEF. Þar undir liður, ég ætla að taka strax fram, ég ætla ekki að fjalla um hann efnislega, vegur Melshorn. En ég ætla hins vegar að beina fyrirspurn til varaformanns byggðaráðs sem gegndi stöðu formans í fjarveru
Berglindar Hörpu varðandi þessi blessuðu vanhæfismál sem hafa komið upp, að þessi liður í fundargerðinni fjallar skyldmenni mitt sem ég hef verið gerður vanhæfur fyrir með kosningu hér í sveitarstjórn og byggðarráði af óbeinum tengslum, það er að segja þessu blessaða leiðavalsmáli þar sem að jörð sama eiganda, eða sami maður einstaklingur er eigandi að jörð sem þessi vegur fer og fyrirspurnin er þessi, sko, er það tengslin eða er það málefnið sem er umræði sem veldur vanhæfinu, og ég spyr varaformann byggðarráðs þessara spurningar: af hverju upphafið þess þegar þessi liður er ræddur, vegna því er ekki getið í fundargerð og það er alveg rétt, að þá var ekki velt upp hugsanlegu vanhæfi mínu til þess að fjalla þessa fundargerð, það sem að þarna virkilega vanhæfi að ræða að mínu mati, vegna þess að það er bara beint einstaklingin sjálfan að ræða. Þannig að ég undra mig á því að það hef ekki verið gert þarna, en var gert á byggðarráðsfundi fyrr í júní eða júní var það, eða júlí, man það ekki, þegar að koma þessu blessaða leiðavalsmáli og máli snerist sama skyldmenn minn. Þannig ég bið varaformann að svara því hvort að þarna gætis ekki einhvers ósamræmis í vinnubröðum þess sveitarstjórnarfólks og nota bene varaformaðurinn ásamt öllum sem áður koma að þessu greiddu vanhæfi mínu atkvæði við þetta leiðavalsmál, en þarna átti í rauninni þess kosta á fjallum þannig lið sem ég gerði ekki, og bara vil fá skýringar á þessu ósamræmi. Takk fyrir. Mælendaskrá er opin. Má bjóða varaformanni byggðarráðs að koma til svara. Gjörðu svo vel, Þröstur Jónsson. Nei, Þröstur Jónsson. Takk fyrir. Vilhjálmur Jónsson. Forseti og gott fundafólk. Já, þetta er vandmeðfarið mál, þessi vanhæfismál. Fyrir fundi byggðarráðs lá til kynningar fundagerð frá Veitum. Fundagerðin er ekki til efnislegrar afgreiðslu eða það mál sem fyrir lá, en þarna er rétt sem kemur fram að stjórn Hitaveitunnar telur mikilvægt að það sé góð vegtenging að fyrirhuguðu hreinsivirki til að þjónusta hreinsivirkið. Af þessum sökum var kannski ekki farið í þessa að kanna sérstaklega hæfi fundarmanna. Hitt er annað mál, sko, sem að hefði kannski taldi sveitarstjórnarfulltrúinn og áheyrnarfulltrúinn sé vanhæfan vegna kynningar á fundargerð Hitaveitunnar, þá hefði hann væntanlega vakið athygli á þessu, hefði hann verið þessara skoðunar á fundinum eins og hann er orðinn nú. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúinn Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Hildur Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, þetta varðar lið 5, skriðuhætta á Seyðisfirði. Þetta er 62. fundur byggðarráðs. Okkur barst þess að erindi, það sem var svona verið að velta því upp hvernig megi hefta vöxt útbreiðslu lúpínu, og þetta var sett svona í samhengi við skriðuföllin á Seyðisfirði í lok árs 2020. Og mér langaði svona að árétta það að þarna hafa fallið skriður í gegnum tíðina og fyrir komu lúpínunnar. Jarðfræðingar Veðurstofunnar eru búnir að greina rautt leirlag í jarðveginum í stóru skriðinu sem er grafið undir, verður vatnsósa og missir alla viðlóðun. Með öðrum orðum
sérfræðinga Veðurstofunnar sem eru jarðfræðingar og sérfræðingar í skriðumálum hafa ekki fundið neitt sem bendir til þess að lúpínan ýti undir skriðuföll. Þannig að mér langar svona bara að velta þessu upp í ljósi villandi umfjöllunar bókun byggðaráðs. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir og lokin máls, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá loka ég þessum lið sem liður 9, 10 og 11 umfjöllun fundargerðir byggðaráðs Múlaþings nr. 60, 61 og 62. Næst ætla ég að taka til og opna mælendaskrá fyrir lið 12, 13 og 14 að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 63, 64 og 65 og orðið laust. Ásrún Mjöll, Gjörsvæl, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti og annað ágætt fundafólk. Ég vil kannski fá að beina þessari fyrirspurn til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs. En undir lið 5 af 64. fundi ráðsins kemur fram að formanni ráðsins var falið að koma athugasemdum á framfæri í samræmi við umræður á fundinum. Liðurinn varðar erindi umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins sem sent var fyrir hönd nýskipað starfshóps nýtingu vindorku með það markmið að einfalda uppbyggingu vindorku vera. Og ég vil því kannski bara fá að spyrja hvaða athugasemdum var komið á framfæri vegna þessa erindis, en fresturinn til að gera slíkt var 30. september. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir við lokið máli sínu og ég bið fyrsta forsetum að taka við, svo forsetum getur tekið til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég þakka Ásrúnu Mjöll fyrir góða spurningu. Við í umhverfis- og framkvæmdaráði við fórum svolítið bæði vítt og breitt og svo smærra og vorum svolítið að hugsa í fyrsta lagi þetta svo óskrifa blað og þetta var einhvern veginn erindi sem var svolítið svona á mjög víðum grunni og þá hugsaðum við fyrst að það spurt á svona víðum grunni eigum við þá bara að segja eitthvað sem okkur finnst algjörlega augljóst og við eiginlega bara gerðum það og það sem við bentum á var að við vildum minna á að tryggja þarf að sveitarfélög og nærsamfélög hafi fjárhagslegan ávæning af nálægu vindorkuver, að lagarami og gjaldtaka sé með skýrum hætti. Að skipulagsvaldið sé í höndum sveitarfélaga, mat á umhverfisáhrifum þyrfti að vera skýrt og áhrifaþáttur við leyfisveitingar og það væri eftirlit með slíku með vöktun og leyfi til stöðvunar sé mengunarvörnum ekki sinnt. Skýrt sé kveðið á leyfisveitingar og á forsendur leyfisveitingar sé bæði á höndum ríkis- og sveitarfélaga með skýran ramma og ströngum skilyrðum og síðan að það verði einhvers konar viðmið varðar sjónræn áhrif með það markmiði að það svæði sem innan sjónræns áhrifasviðs hafi einhvern rétt til athugasemda. Og síðan bentum við nú svona á að það væri kannski æskilegt að eignarhald væri á höndum innlendra aðila en við það var bara ábending ekki kannski. Síðan þá fór ég á landsþing samband íslenskra sveitarfélaga þar sem þetta var til umræðu mínum hóp. Og það óhætt að segja að það voru fá sveitarfélög sem skiluðu inn einhverjum athugasemdum sem mér þykir miður og ég hvatti þau til að drífa inn einhverjum athugasemdum og ég vonast til þess að heyra aftur frá þessum starfshóp það hvernig þeir, að því eins og þetta var algjörlega óskrifað blað, það væri voðalega gott að við fengjum tilbaka þegar einhverjar hugmyndir komnar á blað sem við getum fengið að ritskoða þær, annað en að segja bara almennt hvað finnst ykkur. En þetta var svona það sem að við komum á framfæri frá umhverfis- og framkvæmdaráði og var held ég bara ágætt sátt með innan nefndarinnar. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo ekki og Hildur Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Forseti ágætu fundamenn. Þetta varðar lið 5, römpum upp Múlaþing, fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 65. Þannig búið að kynna fyrir okkur verkefni römpum upp Ísland sem að einkaaðili svona ýtt af stað í samvinnu við Reykjavíkurborg og núna
fylgja eftir með fleiri sveitafélögum víðsvegar landið og mér langar bara svona að vekja athygli á því hversu mikil þörf á því að við lögum aðgengismál í okkar ágæta sveitafélagi og nýtum þetta tækifæri til þess að gera bragarbót á þessum málum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þar með loka ég umfjöllun í lið 12, 13 og 14 sem eru fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs 63, 64 og 65. Og þá ætla ég að taka til umræðu fundagerð og lið nr. 15 og 16 sem eru fundagerðir fjölskylduráðs Múlaþings nr. 51 og 52 og mælendaskrá er opin. Það er engin sér kveður sér hljós og þær teljast þá hér lagðar fram til kynningar. Ég mun þá taka og opna umræðu í lið 17, 18, 19 og 20 sem 17, 18 og 19 afsakið sem eru fundagerðir heimastjórna, Borgarfjarðar nr. 28, heimastjórna Djúpavogs nr. 30 og heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 27 og mælendaskrá er opin. Einhver vill tjá sig málefni þeirra fundagerða. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, þannig fundamenn. Ég veit að þetta er leiðilegt sem ég kem hérna ná, en tilefni kom annars þar. Þetta var það 17. lið, heimastjórn Borgarfjarðar, 28. fundir, þar undir liðið 3, húsnæðismál á Borgarfjarði, það sem var verið að tala að selja þessa íbúð. Eyþór Stefánsson, formaður heimastjórnar, kom hér upp áðan og sagði frá þessum lið og sagðist ekki að tala meira hann hér vegna að sennilega væri hann vanhæfur. Mér langar að spyrja Eyþór Stefánsson sem hefur greitt atkvæði með vanhæfi mínu undir öðru, hvort hann vék af fundi þegar þessi liður varð yfir hann á heimastjórn Borgarfjarðar í ljósi þess að hann væri þá vanhæfur eins og hann sagði. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kemur til svara, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundafólk. Nei, ég gerði það ekki. Ég vék ekki að fundi þarna vegna þess að fyrir fundinum lá tillaga frá byggðarráði sölu á tiltekinni íbúð sem að ég er ekki, þar sem að ég er ekki vanhæfur til þess að hafa skoðun á því, þar sem ég er hins vegar og fleiri í heimastjórnum munu verða vanhæf að ræða í þessu tilliti er það að það vill svo til að sá sem hér stendur og einn aðalmaður og 2 næstu varamenn inn í heimastjórn eru vanhæf vegna þess að þau búa í húsnæði sem er í umræðu hvað eigi að gera við, hvort að sveitarfélagið eigi að eiga það áfram eða ekki. Og á þeim tímapunkti verð ég vanhæfur og það sem ég sagðist sjálfur ekki vilja fara dýpra í það er að ég hef ákveðna skoðanir í þeim málum og vildi ekki fara dýpra í það en ég tel ekki og þetta var rætt fyrir fund. Við töldum ekki að vanhæfi væri til að taka afstöðu þessa tiltöknu íbúð eins og tillagan kom frá byggðarráði sem var vísað til okkar. Já, ég held að það svari spurningunni en ég get svo sem bætti við að því að þetta er í deglunni að þá hafði ég samband við sveitarstjóra Björn Ingimarsson og sem áframsendi svo sambandið og fekk bara álit frá sambandinu þetta mál vegna þess að það liggur fyrir að þegar það þarf að fjalla þessi mál í heimastjórn þá mun ekki nást að manna heimastjórn. Það verða bara, ég mun kalla til varaformann sem er Helgi Hlynur Ásgrímsson. Aðri varamönnum er bara ekki fyrir að fara. Þannig að það verða 2 fulltrúar sem taka þetta ákvörðun eða veitum þetta umsögn eða hvað það verður. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, biður að gera svo vel. Frú sveitarstjóri, það eru fundamenn. Þetta var að lið 17, fundagerð heimastjórnar Borgarfjarðar. Það er liðið 3, húsnæðismálin. Og það er rétt að það kom fyrir byggðaráð, beiðni frá íbúðum mögulega sölu, en það er klárt á bókun byggðaráðs að við erum ekki að leggja til að þetta verði selt. Við eins og leitum og þannig að bókun heimastjórnar Borgarfjarðar að hafna framkvæmdi hugmynd byggðaráðs sölu íbúðinni, mér finnst það bara ekki passa við bókun byggðaráðs. Ef Eyþór Stefánsson hefði lesið bókunina sem kemur nú fram í erindinu, þá er okkar bókun einhvern að vísa þessu erindi sem við fengum frá íbúa sveitarfélagsins til þeirra til umsagnar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vil taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson getur koma til svara. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fólk. Já, ég skal bara gangast við því að þetta er bara réttmætt ábending hjá Ívari og þarna hefur eflaust bilað inn í svört minning sem sá sem hér stendur hafði á bókun og draugunum sem ég fekk að sjá. Já, það litaðist kannski af því. En þetta er réttmætt ábending eins og þetta endaði. Og ég lofa betur bót og yfirbót. Betur en yfirbót. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur komið til svara. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundamenn. Þetta varðar samanlið, húsnæðismála Borgarfirði. Ég ætla bara svona aðeins að fara í bókunna sem heimastjórn Borgarfjarðar lagði fram. Mér finnst þetta skipta máli í þeim ákvörðunum sem við erum að taka í húsnæðismálum sveitarfélagsins. Þarna kemur fram að umrædd íbúð var byggð með stofnframlögum til þess að tryggja að nægt framboð af leiguhúsnæði væri á svæðinu. Og við sameiningu sveitarfélagsins kom fram mikil og sterk andstaða íbúa við sölu eigna sveitarfélagsins. Ég held að sé sjálfsagt og eðlilegt að fara yfir leiguverð á leiguíbúum á Borgarfirði en ég held að við þurfum að vanda okkur mjög þegar að kemur ákvörðunartöku varðandi að selja þessar íbúðir. Og þá þurfum við að hlusta vel á samfélagið á Borgarfirði og hafa það í huga. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Mælendaskráin enn opin. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti. Það er hérna fundagerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, liður 4, umsögn. Óskum umsögn vindmyllur við Lagafoss. Bara það sem að mér langaði að spyrja út í, nú fengum við þessa greiningu á vindmyllukostum í sveitarfélaginu. Fengum þarna Eflu var það ekki til að kanna þetta fyrir 5 milljónir hvar væri þetta að setja vindmyllur og hvar það væri heflegt. Efla komst að því að það var svona 20% sveitarfélagsins sem hentuðu. En meðal annars en það kom líka þar fram að þessi staðsetning hentaði ekki við Lagafoss. Langar bara að spyrja út í hver nálgun heimastjórnar var hvað þetta atriði varðar. Ég meina, þetta var lofað í hástert þetta plagg hér á fundum. Þannig að, já, bara
hvort þetta kom inn í umsögnina. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Ásbjörnsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Kannski bara bjóða formanni heimastjórnar og Fljótsdalsins að koma til svara eða hvað? Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góði fundamenn, vindorku greiningin sem Efla vann fyrir sveitafélagið var hugsuð til að nýtast í gerð aðalskipulags, þarna liggur fyrir og er þá til umfjöllunar hjá sveitarstjórn og kom auðvitað til umsagna í heimastjórnunum. Þarna lá fyrir heimastjórninni mats fyrirspurn frá frá skipulagsstofnun og þá er hort á þá greinagerð sem að lá fyrir með mats fyrirspurninni og þessir efnisþættir þessir umhverfisþættir sem að heimastjórnin fer yfir sem náttúruverndarnefnd og síðan kannski önnur sjónarmið og sú umsögn sem er send skipulagsstofnun lítur að því þessari tilteknu matsskyldu fyrirspurn og að bregðast við greinagerðinni með fyrirspurninni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti og annað fundafólk. Kannski svona bara í framhaldi af þessu og þá kannski, stingur svona að það væri mjög fróðlegt að vita hvað í rauninni umræðurnar frekar á þessum heimastjórnarfundi fólu í sér þar sem að hér segir að heimastjórn Fljótsdals hér að felur skipulagsfulltrúa að ganga frá umsögn heimastjórnar fyrir hönd sveitafélagsins og þá hvers eðlis þessi umsögn var og hvort ég skilji það rétt að það hafi þá ekki spilað inn í þessi greining sem að sveitafélagi fékk Eflu til að framkvæma fyrir sig. Takk. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla bara að bjóða formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, Vilhjálmur Jónsson, að koma til svara. Forseti og fundamenn. Þetta plagg liggur fyrir hjá sveitafélaginu og verið til umfjöllunar þar. En þarna lá fyrir, eins og ég var að segja áðan, lá fyrir matsskyldu fyrirspurn og greinagerð með henni og erindi skipulagsstofnunar beinist að því að sveitafélagi bregðist við og þetta er hlutverk heimastjórnar að fjalla um þessi matsskyldu mál á svæðunum. Nú bara til að kannski fara aðeins yfir umfjöllunum að þessir umhverfisþættir hefur luta dýralífi og fuglalífi sem að mati heimastjórnar þyrfti að gera úttekt á og gera betur grein fyrir kannski heldur en að greinagerðin bar með sér. Hvað varðaði gróðurfar og vistkerfi að þá er áhrifin óveruleg í þessu umhverfi sem að verði að framkvæma. Nú síðan er kannski þetta sjónræna mat sem að skiptir held ég þegar svona uppistæði kannski afar miklu máli og þess vegna var svona mælst til þess að þetta færi fram ítari kynning á svæðinu og jafnframt gerð krafa frekari úttekt hvað varðar væntingar og upplifun ferðamanna. Nú þessu til viðbótar þá mætti heimastjórnin til að það yrði metin áhrif af mengun á framkvæmdatíma, starfstíma og við niðurtekt þegar verkefninu lýkur. Eins það að það veri þörf á frekari úttekt hvað varðaði námur á svæðinu miðað við að hlutæðum væri full nýttar. Þetta er svona kannski þessi helstu þættir sem að svona voru taldir þurfa frekari umfjölluna við miðað við þessi greinagerð sem lá fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskránið er opin. Helgi Ásbjörnsson, gjörðu svo vel. Forseti, þakka Vilhjálmi fyrir svörin. Sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálmi Jónssoni.
sko, þetta með kynningu í greind eða þar sem þetta hefur sjónrænan áhrif, það er dálítið stórt svæði, það er héraðið, nema þar sem að einhverjir ásar hafa byggt undir einhverjum klettum sem snúa í þess átt, annars er það bara íbúið Fljótsdalshéraðs, þannig að ég vona að þessi kynning fari fram og þetta er ekki eins og venjuleg grenndarkynning þar sem er að ræða kannski kílómetri eða svo. Þetta er svo allt aðrir mælikvarðar sem þarna gilda að er gott að þið komið því frá á framfæri líka og ég bara vonast til þess að þegar þetta haldi áfram að það verði þessi kynning verði raunveruleg fyrir íbúa Fljótsdalshéraðs. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Við erum undir lið 17, 18 og 19. Fleiri sem vilja. Trausti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, aðri fundamenn. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson og formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs lendir duglega í mótvindi hér og ég ætla að verða þriðji spaðinn í mótvindmyllunni í þessari umræðu vegna þess að ég hjó eftir því þarna að það var að leitast eftir sem sagt mati á umhverfisáhrifum, uppsetningu, rekstri og svo niðurtöku myllunar. Ég held ég hafi komið í, bara finna það ekki nettengingu, hafi komið inn á það hér á síðast sveitarstjórnarfundi, man ekki undir hvaða leið með nýútkomna rannsókn norskra aðila á vindmyllum að mikroplastmengun sem hefur verið gert lítið úr af framleiðendum og rekstraraðilum þessar aðila er miklu meiri en þeir vilja láta vera afa og ég ætla bara að koma því hér á framfæri og þrýsta á það að þegar að þetta mat verður gert og lagt mat á umhverfisáhrif að þá verði það tekið inn vegna þess að það eitt og sér er alvarlegt umhugsunarefni. Hitt eru svo sjónrænu áhrifin sem ég hef miklar áhyggjur af líka en í bili ætla ég bara að hamra þessu vegna þess að það er að koma meira og meira í ljós skítin að þessum vindmyllum og þetta er bara stóralvarlegt mál. Þetta er svo mikil mengun að hún er hættuleg hreinlega öllu vatni eða hvað maður að segja. Þetta endar í vatninu, þetta endar í sjónum, þetta endar í lífverum og svo endar náttúrulega í okkur sem étum lífverurnar og mikroplastmengun er að verða stór vandamál í heiminn. Þannig að það bara leggja áherslu á þetta. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, kemur til svara, gjörðu svo vel. Forseti og fundamenn, kannski ekki endilega til svara, bara árétta það sem að var í umsögn heimastjórnarinnar, þar sem er lögð áhersla á vöktunina og sem sagt það að þarna er að ræða tilraunaverkefni og sem skiptir vöktunin svo miklu máli til þess að byggja upp reynslu gagnvart frekari framkvæmdum á þessu sviði. Þannig að það er kannski svona bara lykilatriði og síðan þessi útfærsla frekari úttekt tiltekna umhverfisþátta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundamenn, þetta er liður 2 í fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar, Lunga lýðskólinn, staða mála. Mér langar að vekja athygli á því. Já, það hlaut að vera. Ég ætlaði nefnilega að vekja athygli á að hún var ekki í fundargáttinni. Þá ræði ég þetta mál bara á næsta fundi. Takk. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum?
Þú ert búinn með svar. Ertu að meina svar? Já. Helgi Hlynur Ásgeirsson vill koma til svara. Óvíst hverjum, kemur í ljós. Já. Hérna, ég er að svara Vilhjálmi. Það er sko, með það sem að Vilhjálmi voru að segja þá hérna, ef af þessum vindmyllum við Lagarfoss verður, sem ég vona sannarlega verð ekki, þá allavega verður ekki að frekari vindmylluvæðingu hér fyrir en við erum búin að fá út úr vökturinni fyrir en að tilrauna tímabilinu lokið. Og það er það sem ég langar að klikja út með að ef að þetta verkefni er raunverulega tilraunaverkefni, ef þetta á raunverulega að vera tilraun, þá þurfum við að bíða eftir niðurstöðu tilraunar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Nú, það voru ekki fleiri höndur á lofti, það var voðalega freistandi að loka lið 17, 18 og 19 sem við höfum verið að fjalla hér sem er fundagerðir heimastjórnar Borgarfjarðar nr. 28, heimastjórn Djúpavogs nr. 30 og heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 27. Það eru hér með lagðar fram til kynningar. Þá tökum við næst lið nr. 20 sem er fundagerð ungmennaráðs Múlaþings og ég opna mældarskrá undir þeim lið. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk, hér er til kynningar fundagerð ungmennaráðs frá 22. september síðastliðnum og ég vil bara nota tækifærið, þetta er fyrsti fundur nýs skipaðs ungmennaráðs og ég átti því lána að fagna að hitta þau hér rétt fyrir fund og fara svona yfir það sem framundan er og ég vil bara nota þetta tækifæri og fagna þessu unga fólki og góða fólki sem er komið til starfa með okkur næstu 2 árin allavega. Takk fyrir mig. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Ég hugsa að við getum öll tekið heils hugar undir það og óska nýju ungmennaráði til hamingju með kjörið og hlökkum til samstarfs við þau. Þá er liður 20 lagður hér fram til kynningar, næst er þá síðasti liður á dagskrá, liður nr. 21, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Björn Ingimarsson. Forseti, gott fundarfólk, ég ætla nú að fara svona í stuttumáli yfir það helsta frá því að ég var hér með ykkur síðast, það var nú 11. ágúst, ég misti af síðasta fundi en ég vona nú ég missi ekki af fleiri fundum sveitarstjórnar. En hvað starfsmannamálin varðar, eins og ég hef nú vilt farið yfir, þá eru náttúrulega haldnir þessi reglubundnu fundir með sviðsstjórum. Það eru svona vikulegir fundir og eins er það fundir sem ég á með hafnarvörðum. Mánaðarlegir fundir eru með starfsfólki stjórnsýslu en þeir hafa legið niður í sumar. Það er ósköp eðlilegt, mikið af fólki hefur verið í sumarleyfum og þar af leiðandi hafa þessir fundir fallið niður en þeir eru að komast á núna ný. Ég átti fund fyrir nokkru með fulltrúum Isavia varðandi uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar og líka samstarf varðandi mögulega byggingu þjónustumiðstöðvar við flugvöllin og þetta er í rauninni hugmynd sem við höfum verið að skoða býsna lengi en hefur legið í láginni undanfarin ár en ég er að gera mig vonir að við munum koma þess á stað á ný, allan að var svona jákvæður tónn af þessum fundi og við erum að gera ráð fyrir að hittast fljótlega aftur og halda þessu máli áfram og reyna að koma þessu í jákvætt ferli. Einnig átti ég fund með fulltrúum Rarik varðandi annars vegar lagningu 3 fasa rafmagns í Berufirði og eins þá þessa mögulegu samleið eins og hefur aðeins komið fram
hér í umræðinni áðan varðandi ljósleiðaratengingu og eins voru við þarna að ræða framtíð hitaveitu Seyðisfjarðar. Og við stefnum að því að þeir komi hingað austur til fundar með okkur til þess að vinna af þessum málum áfram og þá ég að gera ráð fyrir að við tökum fund þar sem að ég sitja ekki einn með þeim, heldur verði þið með mér á þeim fundi líka og það mikilvægt fyrir okkur að við þrýstum á þessi mál. Við höfum náttúrulega verið að koma þessu líka á framfæri á fundum með bæði ráðherrum og þingmönnum en þetta eru mál sem að fara ekkert á stað öðruvís en að við séum og böngum rækjel á dyrnar. Það verður þannig því miður. Varðandi samstarfsverkefni þá var haustþing Sveitarfélaga á Austurlandi haldið á dögunum á Breiðdalsvík. Landsþing sambandsins var haldið á Akureyri og síðan eru framundan aðalfundir Samtaka sjávarútvegsfélaga, Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, ársfundur Jöfnunarsjóðs, fjármálaráðstefna sveitarfélaga og Hafnasambandsþing. Og ég að gera mig vonur að fari svo að róa eitthvað í þessu fundarfargani. Þannig við getum svona snúð okkur meira að þessari vinnu hér heima fyrir. En þetta eru hins vegar vettvangar sem mikilvægt að við nýtum okkur og séum virka á og tökum virkan þátt. Þannig að bæði þetta að eiga þennan möguleika á samtalinu og samráðinu með kollegum okkar og síðan líka að eiga samtalið við fulltrúa stjórnsýslunar varðandi þau mál sem við erum með hér á baráttuplanu. Koma skemmtiferðaskipa í hafnir Múlaþings jukust verulega frá því í fyrra og miðað við skráningu vegna næsta árs þá verið stefna í metár. Þetta hefur náttúrulega tekjulega töluverða áhrif náttúrulega fyrir hafnirnar en það ekki bara hafnirnar sem að njóta tekjum af þessu heldur hefur þetta mikil áhrif á almennt á atvinnu og menningar þjónustu aðila á svæðinu. Það skiptir máli að vanda til verka og varðandi það hvernig við stöndum að þessum málum og hvernig við undirbúum okkur. Við vitum ósku vel að við getum sjálfsagt ekki endalaust tekið við aukningu. Þar af leiðandi það sem að við höfum verið að gera, við höfum verið að taka samtalið með fulltrúum annarra hafna hér á Íslandi og eins í Evrópu. Við áttum kost á því að taka þátt í ráðstefnu og sýningu á Spáni, fórum þangað sem fulltrúar hafnar Múlaþings, ég og atvinnumenningarmálastjóri Múlaþings. Og ég held ég alveg óvægt að segja að það var bara mjög svo gefandi að upplifa þar og bæði upplifa það hvað menn eru að gera og hvernig menn eru að glíma við þetta og líka ná samtalinu ekki bara við kollega okkar, heldur líka við fulltrúa skipafélagana, koma þá líka á framfæri því sem við erum að gera og það sem við erum að áforma. En það alveg ljóst að eins og við til dæmis upplifum bara hjá nokkrum höfnum eins og í Noregi að þar eru menn farnir að takmarka komur skemmtiferðaskipa. Og það alveg ljóst að við getum alveg staðið fram við fyrir því og einhverjum tímapunkti að þurfa að fara að bregðast við með þeim hætti. Samskipti við ráðuneyti, ráðherra og þingmenn hafa verið allnokkur frá því að koma saman síðast. Ég hef átt nokkra á ágæta fundi með fulltrúum ráðuneyta, varðandi bæði ofanflóðamál, móttöku flóttafólks og flutning húsa á Seyðisfirði og þau samtöl og það samráð mun halda áfram. Menningar- og viðskiptaráðherra var hér á staðinu fyrir stuttu
og áttum við gefandi fundi með henni, auk þess að hún tók þátt í að koma að opnun sláturhúsins með formlegum hætti. Forsætisráðherra heimsótt okkur til að meðal annars fá upplýsingar um stöðu mála eftir óveðrið sem á okkur skall. Þingmenn kjördæmisins kom einnig í heimsókn, áttum við góðan fund með þeim í sláturhúsinu og síðan kom dómsmálaráðherra og áttum við ágæta fund þar sem farið við áherslur og framtíðarsýn varðandi lögreglu og sýslumannsembættið hér fyrir austan. Unnið hefur verið að því að taka móti, eða undirbúning þess að taka móti flóttafólki á eyðum og þetta eitt nýtt, maður eiginlega búin að minnast koma inn á þetta held ég á nokkrum fundum hér sveitarstjórnar að þetta sé í farvatninu og svo hefur ekkert skeð. Og það að vísu ekki alveg rétt hjá mér að það hafi ekkert skeð. Þetta hafi verið unnið vel að undirbúningi þessa bæði að hálfu eigenda eyða og eins að hálfu starfsfólk sveitarfélagsins. En það sem hefur í rauninni gert það að verkum að þetta hefur ekki komist á, hefur verið það að það ekki fyrir núna að við erum að sjá fram á það að við erum að ljúka eða koma á samningi, ásættanlegum samningi milli sveitarfélagsins og ríkisins. Drögin sem nú liggja fyrir eru þannig að við erum í rauninni búin að ákveða það að hefja þetta verkefni. Og á ég von á í rauninni fyrsta hópnum til okkar núna í þessari viku. Bara svo því sé komið á framfæri. Og ég svona horfum nú til þess að þetta verði, auðvitað þetta verkefni sem við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig fer, en það búið að reyna að undirbúa þetta eins vel og mögulegt og ég svona frekar hef trú á því að þetta verði okkar samfélagi til auðgunar til framtíðar heldur en hitt. Að fá að geta bæði gott að geta aðstoðað þetta ágæta fólk sem í hörmungum og hremmingum og eins hef ég alveg trú á því að við munum þarna fá líka styrk frá þessu fólki þegar fram í sækir. En að lokum vil segja þetta, vinna við fjárhagsáætlun Múlaþings nú á lokametrum og í þeirri vinnu verið að leggja upp hvernig rekstri og framkvæmdum og vegu sveitarfélags verði með ábyrgum hætti hátt á næsta ári sem og næstu 4 ár. Einnig unnið að stefnumótun varðandi fjárfestingar og vegum sveitarfélagsins næstu 10 ár, þar sem haft verður að leiðarljós að leggja upp raunhæfa leiðir til að mæta þeirri uppbyggingu innviða sem munu gera okkar ágæta samfélag vænlegan og eftirsóknarverðan kost bæði fyrir búsetu og atvinnu uppbyggingu. Áherslan svo að nálgast þetta veigamikla verkefni á þann hátt að eðlilegt vægi verði á fjármögnun með eigin fé og með lánsfé og upplifi ekki annað en það ríki sátt og skilningur á meðal kjörinna fulltrúa og ber það að þakka, en það mjög mikilvægt að við vinnum þetta saman. En ég hef þetta ekki lengra en þakka fyrir mig. Takk. Þar með liður 21 skýrsla sveitarstjóra afgreiddur og dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar tæmd. Þar með slít ég 28. fundi sveitarstjórnar Múlaþings.